við utanríkisráðherra og taka þetta alveg á að endurskoða EES-samninginn. Já, hann hefur reynst okkur mjög vel, þannig að það kallar ekkert sérstaklega á endurskoðun, en auðvitað verður við að vera vakandi yfir hagsmunum okkar þegar kemur að EES-samningnum. Á Íslandi að gangi í ESB? Nei, alls ekki. Það er ekki okkar hagsmunir. Við myndum þá missa viðskiptafrelsi okkar. Við þyrftum að fara í sameiginlega stefnu með ESB-ríkjunum bæði varðandi sjávarútveg og landbúnað. Við þurfum að borga mjög mikið, þannig að það myndi hækka hér tollar á mörgum vörum. Þannig að hagsmunir okkar eru best tryggðir utan ESB. Af hverju er Ísland í Atlantshafsbandalaginu? Það er varnarbandalag sem við höfum verið með frá stofnun, sem hefur það að markmiði að vernda okkur og allar aðrar þjóðir sem er í bandalaginu. Og það er afskaplega mikilvægt samstarf og við verðum að vera þar á. Finnst þér alþjóðasamstarf nægilega mikið? Það má alltaf bæta og það er markmið er ekki bara að það sé mikið, heldur líka að það skili góðum árangri og við getum gert mun betur þar. Af hverju fór herinn úr landi? Það var orðin mjög mikið tíða, hérna áður fyrr þá var mikil spenna á milli Atlantshafsbandalagsins og Varsjársbandalagsins, þar sem Rússar eða Sovétmenn voru stærstu aðilarnir. Þegar svona kallað kalda stríðið lauk, þá töldu menn ekki lengur þörf að hafa eins mikið viðbúnað eins og var áður og þess vegna fór herinn. Sonur, hvað í verðinu ertu að gera í sætinu mínu? Ég er ráðherra núna. Já, segðu mér. Hérna, fjármálaáætlun 2009 til 2023. Þú verður að og hversu mér, það voru ekki kosningar. Allt of mikið á stöðum. Hver er ekki mynd? Þetta er fjármálaáætlunin, sonur. Það verður að hækka launin, en ég veit ekkert hvernig það á að gera með því. Hvernig veistu að ég er fjármálaráðherra? Hvað er 1 + 1, pabbi? Við erum satt með Ragnar Þorláks. Hvað segir þú með ríkisstjórnina? Börn kunni ekki að tala. En hvað segir borgarlínuna? Er þetta annað tungumál? Hann skoðar hendi. Kastar henni fram. Lítur til beggja hliða. Hefur Donald Trump Bandaríkjaforseti einhver áhrif? Hefur Donald Trump Bandaríkjaforseti eitthvað með Ísland að gera? Við sjálf sér ekki beint með Ísland að gera, öðruleitins það að Bandaríkin eru helsta stórveldi heims. Þannig að það hefur auðvitað mikil áhrif allar heim, það sem Bandaríkjamenn gera, eins og önnur stórveldi. Hvernig líður þér með ástandi í Jemen? Ég líður mjög illa með ástandi í Jemen. Það er algjörlega skelfilegt ástand og við höfum hvatt til þess að það verði komið á vopnahlé og menn finni lausn á þessu hörmungar ástandi sem það er. Hver var setið í Ísland? Baba. 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 Ertu ánægð með framlag Íslands til þróunaraðstoðar erlendis? Við getum alltaf gert betur. Við höfum verið að auka mjög framlegin og sömulegis að reyna að gera hvað við getum til að gera það sem við leggjum fram enn betur. En sem betur fer það nú þannig að það er alþjóðastofnanir sem hafa tekið út okkar þróunaraðstoð og mjög ánægð með hana. En við viljum halda áfram að gera betur og það er markmið ríkisstjórnarinnar. Virðulegur Þór Þórðarson, fæddur 19. desember 1967, er alþingismaður Sjálfstæðisflokksins og núverandi og utanríkisráðherra. Hann hefur setið á Alþingi fyrir Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík frá árinu 2003. Hann var heilbrigðisráðherra 2007 til 2009 og utanríkisráðherra 2017. Ég er bara gaman að sjá ykkur. Það er frábært að strákar eins og þið hafi svona mikinn áhuga á alþjóðamálum og ég bara fagna því og bara virkilega gaman og ánægilegt að fá ykkur í heimsókn og gangi ykkur vel.
Þessari ráðherraheimsókn okkar lokið og fleiri heimsóknir eru auk þess löngu búnar. Við fengum nælu merkt af fullveldi Íslands, enda þetta fullveldisþætti. Og svo ríkisstjórnin afmæli í dag.